Fundi framhaldið á Alþingi. Tekið fyrir á ný fyrsta dagskrármáli dýrasjúkdómar og fleira, stjórnarfrumvarp 767. mál á þingskjali 1217. Það ágætt að fá þögn í salinn. Hafinn fundur. Tekið fyrir fyrsta dagskrármáli dýrasjúkdómar og fleira, stjórnarfrumvarp 767. mál á þingskjali 1217 með áorðnum breytingum á þingskjali 1674. Nefndarálit á þingskjali 1913, framhald 3. umræðu atkvæðagreiðsla. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis Lilja Rafney Magnúsdóttir. Herra forseti, við greiðum hér atkvæði afnám frystiskyldu á fersku kjöti innfluttu og það í kjölfar 2 dóma sem hafa fallið í þessu máli. Og við þessari stöðu verið að bregðast með þessu frumvarpi og verður nú matvælalöggjöfin komin í takt við það sem íslensk stjórnvöld skuldbindu sig til að gera fyrir hartnær 12 árum síðan. En þó með því fororði að þau matvæli sem flutt eru til landsins skulu fara eftir þeim kröfum sem við setjum á innlend matvæli með tilliti til matvælaöryggis. En Ísland ætlar að vera í fararbroddi í aðgerðum til að draga úr útbreiðslu sýklalyfjaónæmis innan ramma alþjóðlegra skuldbindinga og grundvelli lýðheilsusjónarmiða og munu íslensk stjórnvöld stefna að því að koma í veg fyrir dreifingu matvæla sem ígreinast sýklalyfjaónæmar bakteríur. Ég tel rétt að við greiðum þessu máli atkvæði okkar. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hæstv. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson frá Dalvík. Virðulegi forseti, ég þakka þistilferði. Þetta frumvarp sem hér liggur fyrir afrakstur mikillar vinnu síðastliðna 18 mánuði og ég vil þakka hvorutveggja starfsfólki ráðuneytisins og atvinnuveganefnd fyrir góða og mikla vinnu og ekki síður þeim sérfræðingum fjölmörgum sem komið hafa vinnu við þetta mál. Eins og hér hefur komið fram, þá þetta viðbragð við dómum Hæstaréttar og EFTA-dómstólsins og frumvarpinu ætlað að stöðva það ólögmæta ástand sem staðið hefur síðastliðin 8 ár og greiða úr þeim þjóðréttarlegu skuldbindingum sem við höfum ekki fullvistað fyrir nú, sem gerðar voru af hálfu íslenskra stjórnvalda í byrjun þessarar aldar. Við tryggjum leið öryggi og matvæla og vernd búfjárstofna með þeirri þingsályktun sem við samþykktum fyrr í dag og tryggjum og bætum samkeppnisstöðu íslenskrar matvælaframleiðslu. Verkefni næstu mánaða að ganga fram og framfylgja þeirri aðgerðaáætlun sem samþykkt var í dag og ég geng til þess verks fullur gleði og með mikilli bjartsýni. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Þór Ólafsson. Forseti, þetta mjög gott mál og mér blóðlangar að greiða atkvæði með því. Ég mun vera á gulu. Ástæðan sú að jafnvel þó við séum búin að samþykkja þingsályktunina í dag varðandi öryggi búfjárstofna hérna og lýðheilsu landsmanna þegar það kemur að innflutninginum, að þá treysti ég hreinlega ekki það að jafnvel þó að það sé frestað til 1. janúar að þetta sé innleitt. Ég held samt sem það muni gera. Mér langar bara ekki að vera að bera ábyrgð á það virkar ekki. Að öllu líkindum mun það vera að þingsályktunartillögunni í dag 11. nóvember að þá á þessi þingsályktunartillaga mótvægisaðgerðirnar að vera tilbúnar frá ráðherra. Ég virkilega vona að það gerist, ég held að það gerist, en ég ætla ekki að bera ábyrgð að það gerist ekki. Þannig að þetta sýnir kannski traust mitt til þess að það sé raunverulega setti peningar í þessar mótvægisaðgerðir sem ég treysti ekki heldur með fiskeldinu. En ég virkilega ég vil benda samstöðum að ráða og undirstrika að það hefur vel að þessu staðið, en ég ætla ekki að bera ábyrgð á þetta fyrir klessu. Takk. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Herra forseti, í heildina þetta mál sem hefur verið unnið vel, ekki síst innan atvinnuveganefndar. Þetta mál sem að mínu mati mun til lengri tíma styrkja íslenska landbúnaðarframleiðslu og leið verða þá enn sterkari stoð undir byggðir landsins, dreifðu byggðir landsins og þar með aðrar atvinnugreinar sem henni tengjast eins og ferðaþjónustu og fleiri þætti.
Þannig að ég mun greiða atkvæði með þessu máli nema ég mun ekki greiða atkvæði með breytingartillögunni sem að mínum mati ekkert annað heldur en eftirgjöf gagnvart óbilgirni Miðflokksins í þessu máli þar sem að ég tel enga ástæðu til þess að fresta þessu máli enn og aftur til þess að lina þjáningar Miðflokksins. Þannig að ég tel einfaldlega málinu vera vel háttað eins og upphaflega ríkisstjórnin lagði upp með en síðan breytti atvinnuveganefnd dagsetningunni að yfirlögðu ráði eftir góða undirbúningsvinnu og ég styð þá breytingu. Í nefndaráliti á þingskjali 1913 er breytingartillaga frá meirihluta atvinnuveganefndar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Forseti biður hv. þingmenn að vera snögga að greiða atkvæði. Þetta er mikið flökt á töflunni ennþá. Eru þá allir komnir á réttan stað? Nei. Atkvæðagreiðslan stendur yfir en henni lýkur nú senn, þannig að það eru síðustu forvöð að skipta um skoðun. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 39 atkvæðum gegn 13, 5 greiða ekki atkvæði. Þá er að greiða atkvæði frumvarpið í heild svo breytt og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður Ari Trausti Guðmundsson, 7. þingmaður Suðurkjördæmis, gerir grein fyrir atkvæði sínu. Eru það fleiri? Svo er ekki. Herra forseti, ég styð þetta frumvarp sem hér ræðir en minnum leið á lykilatriði sem ekki hefur verið minnst á í allmörgum ræðum efnið og það er kolefnisspor mannafóðurs og munurinn á heimafengnum bagga og innfluttum matvælum í þeim efnum. Þetta mál og landbúnaður yfir höfuð snýst meira en gæði og neytendaverð, snýst loftslagsmálin, raunverulega og áþreifanlega hlýnun, snýst að flytja inn eða flytja ekki inn kjöt 1000 kilometra leið eða bláber frá Chile með flugi. Innflytningu landbúnaðarvara verður ávallt í verulegum mæli en við verðum að stýra honum, til dæmis með þessu frumvarpi og öðrum, bæði hvað varðar gæði, neytendur, lýðheilsu og vegna loftslagsvandans. Ég segi því já. Atkvæðagreiðsla frumvarpið í heild svo breytt stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið í heild svo breytt. Frumvarpið í heild svo breytt er samþykkt með 47 atkvæðum gegn 7, 3 greiða ekki atkvæði og verður sent hæstv. Ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Þá tekið fyrir annað dagskrármálið sameining Seðlabanka Íslands og Fjármálaeftirlitsins stjórnarfrumvarp 765. mál á þingskjali 1216 með áorðnum breytingum á þingskjali 1649. Nefndarálit er á þingskjali 1884, framhald 3. umræðu atkvæðagreiðsla. Greiddur atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið í heild er samþykkt með 32 atkvæðum gegn 15, 10 greiða ekki atkvæði og verður frumvarpið sent hæstv. Ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Þá tekið fyrir 3. dagskrármálið Seðlabanki Íslands stjórnarfrumvarp 790. mál á þingskjali 1251 með áorðnum breytingum á þingskjali 1650. Nefndarálit er á þingskjali 1884 og breytingartillögur á þingskjali 1885, framhald 3. umræðu atkvæðagreiðsla. Á þingskjali 1885, töluliðir 1–7, eru breytingartillögur frá Oddnýju G. Harðardóttur og fleirum og hefst nú atkvæðagreiðsla. Ekki þannig. Hv. þingmaður Óli Björn Kárason, 10. þingmaður nú. Ég held að hv. þingmaður ætlaði að gera grein fyrir atkvæði sínu. Ég held að sé hyggilegt að formaður efnahags- og viðskiptanefndar geri grein fyrir atkvæði sínu. Herra forseti, eins og kom fram í nefndaráliti meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar að þá er lýst yfir stuðningi við þær breytingartillögur sem liggja hér fyrir frá Oddnýju Harðardóttur og fleiri þingmönnum. Og ég vona að þingmenn geti sameinast það að taka undir þessar breytingartillögur. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Greidd eru atkvæði
breytingartillögur tölulið 1-7 frá Oddnýju G. Harðardóttur og fleirum sem formaður efnahags- og viðskiptanefndar hefur nú nýlega mælt með að menn styðji. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillögurnar eru samþykktar með 51 atkvæði gegn 6. Þá verða greidd atkvæði frumvarpið í heild svo breytt og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir, atkvæðagreiðslu er lokið. Frumvarpið í heild svo breytt er samþykkt með 31 atkvæði gegn 23, 2 greiða ekki atkvæði og verður sent hæstv. Ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir 4. dagskrármálið endurskoðendur og endurskoðun stjórnarfrumvarp 312. mál á þingskjali 365 með áorðnum breytingum á þingskjali 1828 og breytingartillögur á þingskjali 1828. Framhald 3. umræðu atkvæðagreiðsla. Á þingskjali 1828 er breytingartillaga frá Óla Birni Kárasyni og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 48 atkvæðum, 9 greiða ekki atkvæði. Þá er að greiða atkvæði frumvarpið í heild svo breytt og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslu er lokið. Frumvarpið í heild svo breytt er samþykkt með 41 atkvæði gegn 7 og 9 greiða ekki atkvæði og verður sent hæstv. Ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Þá tekið fyrir 5. dagskrármálið fiskeldi stjórnarfrumvarp 647. mál á þingskjali 1060 með áorðnum breytingum á þingskjali 1574. Nefndarálit á þingskjali 1918 og breytingartillögur á þingskjölum 1920 og 1921. Framhald 3. umræðu atkvæðagreiðsla. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson. Virðulegi forseti. Það frumvarp sem hér liggur fyrir hefur það meginmarkmiði að styrkja lagaumgjörð og stjórnsýslu fiskeldis og byggja hér upp sterka og öfluga atvinnugrein sem byggir á sjálfbærri þróun, vernd lífríkisins og villtarlaxins er höfð að leiðarljósi á grundvelli vísinda og rannsókna. Þeirri mikilvægu kröfu og sjálfsögðu hefur verið haldið á lofti að uppbyggingin sem við blasir bitni ekki á hinum villta íslenska og einstaka laxi. Stærsta breytingin sem frumvarpið kveður á snýr einmitt að því að lögfesta sérstakt stýritæki áhættumat erfðablöndunar sem hefur það hlutverk að koma í veg fyrir hugsanleg spjöll á villtum laxastofnum. Við verðum hér í kvöld fyrsta landið í heiminum til að lögfesta slíkt tæki sem bindur framleiðsluheimildir við það að vernda villta stofna. Það er stórt og merkilegt skref. Áhættumatið þarf síðan að þróa frekar og það verður gert meðal annars með alþjóðlegri rýni. Vissulega eru skiptar skoðanir margar hluti í þessu efni en í heildina er meginlínan jöfn og söm í þeim umræðum sem hér hafa átt sér stað. Ég þakka sömuleiðis atvinnuveganefnd fyrir frábæra og góða vinnu. Þá tekur til máls hv. 3. þingmaður Norðvesturkjördæmis Lilja Rafney Magnúsdóttir. Já, herra forseti, við greiðum hér atkvæði lagaumgjörð fiskeldi sem kemur til með að eyða óvissu framtíðar uppbyggingu í þessari mikilvægu atvinnugrein sem kemur til með að efla byggðir og styrkja mjög efnahag landsins. Atvinnuveganefnd hefur lagt mikla áherslu á að kynna sér vel frá öllum hliðum sjónarmið í þessu máli, jafnt frá greininni sjálfri sem og umhverfisgeiranum og vissulega hafa verið áhyggjur af opnum sjókvíum og hugsanlegri erfðablöndun við íslenska villta-laxinn. Ég tel að það hafi tekist vel að mæta öllum þessum sjónarmiðum í þessu frumvarpi og þær breytingar sem gerðar hafa verið í meðferðum nefndarinnar. Við höfum komið inn sterkari umhverfiskröfum og lagt áherslu á varnir gegn sjúkdómum í eldi. Einnig eru mótvægisaðgerðir efldar og tekið tillit til þeirra í líkani að áhættumati. Ég tel að við séum að samþykkja mál sem hefur fengið mikla og góða umfjöllun og er komið til að styrkja mjög þessa grein í framtíðinni og líka að koma í veg fyrir erfðablöndun gagnvart villta íslenska laxinum. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Helga Vala Helgadóttir atkvæðagreiðsluna.
Virðulegur forseti. Það hefur margt gott, nauðsynlegt og gríðarlega mikilvægt verið unnið í þessu máli og verð ég að þakka þeim sem að stóðu að því, en verð þó á sama tíma að lýsa yfir hryggð yfir því að náttúran fái ekki að njóta hins fyllsta vafa í þessu máli. Ég skil ekki þegar við erum loksins að setja einhverjar leikreglur á þessu sviði að við tökum ekki ákvörðun að standa öll með náttúrunni og leyfa eingöngu eldi í lokuðum kvíum í stað þess að ganga einhvern veginn núna hálfa leið og leyfa opnar og lokaðar og reyna að búa til einhvers konar svona hálfkerfi. Ég held að það hefði farið betur á því fyrst að við erum að undanskilja einhver leyfi og undanskilja einhverjar umsóknir og þess háttar það að fara alls konar tilslakanir að við hefðum átt að standa heilshugar með náttúrunni í þessu máli og leyfa eingöngu lokaðar kvíar. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé. Forseti, það eru ófáar stundirnar sem hefur eytt í þetta mál. Margir fundir, mikill lestur, mikil kynning. Stundum hefur mig dreymt lax í kvíum og það er ekki gaman að geta sagt ykkur. Við erum hins vegar að stíga hér stórt og mikið skref og ég held að við eigum að horfa til þess hverju við erum að ná. Það er einfaldlega ekki rétt að náttúran njóti hér ekki vafans. Hér er verið að lögfesta eins og komið þar inn á ráðleggingar færustu vísindamanna okkar hvernig megi byggja upp eldi þannig að sé í sátt við náttúruna. Það verða að herða allar skrúfur tengjast umhverfismálum hér í vinnu hv. nefndar. Það verða að tryggja betur aðkomu almennings að því að gera athugasemdir við hvernig eldissvæði verða auglýst og svo framvegis og svo framvegis. Umsóknir fara í hefðbundið mat á umhverfisáhrifum og svo framvegis. Ég held að við séum að stíga stórt skref í áttina að meiri sátt fiskeldi á Íslandi. Máls tekur hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir atkvæðagreiðsluna. Herra forseti, þetta mál hefur tekið miklum og góðum framförum innan nefndarinnar, innan atvinnuveganefndar og vil ég þakka fyrir það. Það er eftir sem áður lykillinn fyrir okkur Íslendingar að setja okkur sem ströngustu kröfur þegar kemur að framgangi og eflingu fiskeldis til þess að við getum aukið verðmætin í afurðina í mjög grimmri samkeppni sem við eigum við stórþjóðir á sviði fiskeldis. Ég mun sitja hjá í þessu máli af því að það eru nokkur atriði leyfisveitingaferlið. Mér finnst það ekki vera trúverðugt eins og það er sett fram hér. Það er ákveðin tortryggni varðandi viðmiðunar, dagsetningar og fleira, þannig ég er ósátt við það. Hvatar að mínu mati eru alls ekki nægir til þess að fara í lokaðar kvíar, fara í geldlax og svo framvegis. Í þriðja lagi að þá voru felldar hér í gær. Það voru felldar tillögur það að friða Jökulfirði og mér finnst það miður að nota ekki þetta tækifæri hér til þess. Og síðast en ekki síst að þá er áhættumatið sem að getur einmitt orðið lykillinn að trúverðugri uppbyggingu fiskeldis, er lykillinn að því að við getum byggt hér til lengri tíma fiskeldi. Að ég óttast það að sú leið sem hér er farin varðandi það að nefndin sem er verið að skipa, hún geti farið þá yfir áhættumatið. Það eru pólitísk fingraför og ég óttast þau. Máls tekur hv. 4. þingmaður Norðvesturkjördæmis Bergþór Ólason og ræðir atkvæðagreiðsluna. Virðulegur forseti, þannig er mál með vexti að þetta mál sem hefur sem betur fer tekið ýmsum jákvæðum breytingum í þeim meðförum sem hafa verið hér undanfarin hartnær 2 ár síðan menn byrjuðu að vinna með þetta. Það skilja málið engu að síður eftir á þeim stað að hér allir nema þingmenn ríkisstjórnarflokkanna telja skynsamlegt að við gefum okkur aðeins meiri tíma til að vinna það. Landssamband veiðiréttarhafa er þeirrar skoðunar að við ættum að taka okkur tíma til þess að skoða málið betur. Eldisfyrirtækin eru sömu skoðunar hvað það varðar og við erum á þeim stað að við ættum að stíga eitt skref tilbaka
leita leiða til þess að gera þetta svolítið betur. Það sem betur fer verið að huga prýðilega að umhverfisverndarþáttunum en þar má bæta ákveðna hluti, en 8. greinin því miður með þeim hætti að mjög miður og ég held að við séum ekki að ganga til góðs hvað skurðpunktinn varðar í tengslum við leyfisveitingarnar. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Þór Ólafsson. Forseti, það verið að kjósa hérna mál sem snýst það að vera að nýta sameiginlega auðlind landsmanna. Í gær var hafnað tillögum okkar í minnihlutanum Albertínu Friðbjörgu Elíasdóttur það að það skyldi fara í ríkari auðlindarentu hvað það varðar. Benda líka á það eins og ég hef sagt hérna í ræðu í dag að það gjald sem þó tekið og var samþykkt að skyldi taka það á að endurskoða það eftir 1,5 ár og við skulum sjá til eftir þann grátkór sem við heyrðum í nefndinni í gær þegar samtök félaga í sjávarútvegi komu og töluðu það að þetta væri ekki arðbært miðað við þau skilyrði sem verið að setja upp í þessu, að það var allavega vafi það, að þá annaðhvort eigum við eftir að heyra það í lokin að það þarf að lækka þá þau gjöld, þau litlu gjöld sem þó eru sett á þessa starfsemi, eða þá að menn munu kalla eftir því að það þarf að víkka út og þarf að bæta við út af því að það sem hefur þegar verið að setja þarna og þau vilja fá og fer inn í gamla kerfið umfram áhættumatið sjálft sem þau tala að sé lifandi plagg. Þannig að þetta eitthvað sem ég hef nefnt hérna og bent á. Skulum horfa á það hvernig það eftir að þróast. Það ekki heiðarlega í staði hvað raunverulega á vogarskálnum þegar þetta er samþykkt svona. Við munum kjósa gegn báðum breytingartillögunum nema það sem fylgir nefndarálit það sem er þó verið að laga mikið varðandi umhverfismálin sem klárlega líka hefur verið gert í heildina með þetta mál og það má segja það var vel gert. Máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Herra forseti, eins og ítrekað hefur komið fram hér í dag og gær, þá áttum við óvenju gott samstarf þetta mál í nefndinni sem ég vona svo sannarlega að verði fyrirmynd í starfi nefndarinnar á næsta þingi. Eins og kom fram í gær þá studdum við í Samfylkingunni flesta breytingartillögur meirihlutans en vorum þó á móti einni veigamikilli grein. Og þrátt fyrir þær góðu breytingar sem orðið hafa á málinu í umfjöllun nefndarinnar og stuðning okkar við flestar breytingar meirihlutans eru hér enn atriði sem við getum ekki fellt okkur við því miður og þess vegna treystum við okkur ekki til að styðja frumvarpið. En leggjumst þó ekki gegn því enda teljum við þessar breytingar vera mjög til bóta frá núgildandi löggjöf. Á þingskjali 1921 breytingartillaga frá Bergþóri Ólasyni og Sigurði Páli Jónssyni við 24. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður Bergþór Ólason gerir grein fyrir atkvæði sínu. Eru það fleiri? Virðulegur forseti. Sú breytingartillaga sem hv. þingmaður Sigurður Páll Jónsson og ég flytjum hér í þessu máli snýr það, þetta er b-liður 24. greinar og það er viðbót sem orði svo eða að ræða breytingu eða viðbætur við þegar útgefið rekstrarleyfi. Þetta snýr það að þeir sem þegar hafa fengið úthlutað rekstrarleyfi eru að sinna eldi á grundvelli þess að stækkun þess leyfis falli undir eldra kerfið. Það getur ekki verið markmið laganna að stækkun leyfis fari á uppboðsmarkað og ótengdur aðili komið þar inn. Það bara getur ekki hafa verið markmiðið. Þannig að ég hvet þingheim allan til að styðja við þessa breytingartillögu það að stækkun á fyrirliggjandi leyfi þar sem þegar hefur verið gefið út rekstrarleyfi falli undir eldri lögin. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Kolbeinn Óttarsson Proppé. Forseti, þessi breytingartillaga hefði það í för með sér að aldur og ævi er einhver einasta umsókn stækkun á hverju einasta leyfi sem er á burðarþolsmetnu svæði í dag hana færi eftir gamla kerfinu. Það hefur ágætt að ræða þessa
breytingartillögu og hugmynda henni við hv. flutningsmann og framsögumann hennar Bergþór Ólason. Hann situr hins vegar ekki í atvinnuveganefnd og hefur kannski ekki komið mikið að vinnunni. Kannast þó við textann. Þetta er ekki ósvipað texta sem að allir hv. þingmenn atvinnuveganefndar fengu sendar í pósti í morgun frá framkvæmdastjóra eins eldisfyrirtækisins, þannig að það er ágætt að þetta komist til beina leið í atkvæðagreiðslu núna. Ég horfi á stóru myndina, ég horfi á þau að við setjum lög, að þau séu algild. Hér hefur ekki verið svarað einni spurningu í umræðum í dag hvað áhrif þessar breytingartillaga myndi hafa. Ég segi því nei. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er felld með 49 atkvæðum gegn 7. Á þingskjali 1920 er breytingartillaga frá Kolbeini Óttarssyni Proppé og fleirum við 24. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður Kolbeinn Óttarsson Proppé gerir grein fyrir atkvæði sínu. Forseti, það er alveg ankannalegt að vera hér að tala breytingartillögu sem ég skrifaði sem fyrsti flutningsmaður á, en var engu að síður með fyrirvara gegn. Hér er lögð til ákveðin leið til að finna skurðarpunktinn gagnvart gamla kerfinu. Þeir sem kannski ekki hafa sett sig alveg inn í þetta snýst allt það að loka dyrunum eftir gamla kerfinu, að því við viljum að sem flestar umsóknir ný leyfi og uppbyggingin fara að mestu leyti fram inn í nýja kerfinu. Ég hefði valið annan skurðarpunkt en varð ofan á hjá meirihlutanum. Ég hefði viljað ganga lengra, því ég hefði viljað fá meira af framleiðslumagni inn í nýja kerfið, því til þess erum við jú að setja hér ný lög þetta. Hins vegar horfi ég á stóru myndina og ég get stutt mál þó ég sé ekki sáttur við hvert einasta smáatriði í henni. Þess vegna segi ég já. Til máls tekur þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 10. þingmaður Norðausturkjördæmis Albertína Friðbjörg Elíasdóttir. Hvað sagði forseti? Norðaustur, það er nú meinlegt. Norðausturkjördæmi er það. Herra forseti, við í Samfylkinginu teljum ekki koma til greina að styðja þessa breytingartillögu meirihlutans um tilhögun leyfismála á burðarþolsmetnum svæðum. Eins og ég sagði í ræðu minni hér fyrr í dag málið, þá er sú leið sem að meirihlutinn hefur valið varðandi tilhögun leyfismála á burðarþolsmetnum svæðum vonbrigði. Þessi leið sem að valin þýðir að lítið magn, ef eitthvað, á burðarþolsmetnum svæðunum verður eftir til úthlutunar samkvæmt nýju lögunum. Við erum hér að búa til betri löggjöf og við trúum því að með henni fari betur á, ekki síst fyrir samfélögin, að farið verði með umsóknir samkvæmt henni í stað þess að fyrstur komi, fyrstur fær, eins og gamla löggjöfin hefur boðið upp á. Og þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Þór Ólafsson. Forseti, þessi breytingartillaga fær maður til þess að treysta þess ekki eða að þegar fram í sækir að það verður ekki orðið við þegar hlusta við þennan grátkór hjá samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi út af því að þessi breytingartillaga til komin vegna grátstafana og hvað ég var að segja, bara hvernig þau komu fram í nefndinni sem að ég vanta bara orð að finna á í gær. Rétt þegar þau töldu það að þetta væri að fara að klárast, þá komu þau fyrir nefndina og sögðu að þetta væri ekki nóg sem þau var að fá. Þau vildu fá meira inn í gamla kerfið. Og það er nákvæmlega sem þau eru að fá núna í dag. Með samþykki þessu þá eru þau að fá meira inn í gamla kerfið. Þannig að við vitum það að samtök fyrirtækja í sjávarútvegi, fyrirverandi LÍU, þau hafa gríðarlega sterk ítök og það er ekki eins og búið að samþykkja þetta mál og þá eru þau strax komin með stuðningubreytingartillögu það að það eigi að færa meira inn í gamla kerfið. Þess vegna treysti ég ekki á því að það sé raunverulega verið að sýna okkur rétt á spilin varðandi þetta allt saman. Atkvæðagreiðslan stendur yfir breytingartillögu á þingskjali 1920 frá Kolbeini Óttarssyni Proppé og fleirum. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 39 atkvæðum gegn 18. Hv. þingmaður Kolbeinn Óttarsson Proppé, 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, hefur óskað eftir að bera sig sakir og verður honum veitt leyfi til þess. Forseti, málflutningurinn sem hv. þingmaður fór með hér áðan óboðlegur. Að segja það að þessi breytingartillaga sem ég var í forsvari fyrir
sé komin til eftir grátkór hagsmunaaðila í gærkvöldi. Drögin að þessari breytingartillögu, ef ég fæ að hafa hér orðið, voru kynnt nefndarmönnum, þar með háttvirtum nefndarmanni sem talaði hér á föstudag. Hagsmunaaðilar eru mjög ósáttir við þessa breytingu. Þeir telja ekki hægt að samþykkja frumvarpið af því að sé verið að ganga langt gegn þeim. Og ég líð það ekki að ég sé sakaður að bregðast við og einhverjum gráttkór hagsmunaaðila og láta undan þegar þvert á móti verið að sýna þeim ákveðna hörku hérna, þó það sé ekki akkúrat sú harka sem ég hefði viljað sýna þeim. Ég frábið mér svona málflutning. Takk. Í nefndaráliti á þingskjali 1918, töluliður 1-3, breytingartillaga frá meirihluta atvinnuveganefndar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslu. 8. þingmaður Jón Þór Ólafsson gerir grein fyrir atkvæði sínu. Sem að tala líka það sem gott er. Þetta eitt af því góða sem unnið að þessu máli. Eins og það kom frá ráðherra, það var maður bara mjög hissa að það hefði komist í gegnum ríkisstjórnina, en klárlega í vinnslu nefndarinnar og þá að sjálfsögðu undir forsvari, eins og ég hef nefnt hérna áður, Kolbeins Óttarsson Proppé, sem virkilega hefur staðið í lappirnar, svo við segjum það, í þessum máli og fengið gríðarlega mikið af atriðum varðandi umhverfisvernd inn í þetta mál. Ég hef sagt það einnig í ræðustól áður, ég segi það aftur núna, þannig að það ekki við Kolbein Óttarsson Proppé að sakast háttvirtan þingmann þegar kemur að þessu máli. Ég vildi hafa sagt það hérna aftur. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni lokið. Breytingartillögurnar eru samþykktar með 57 samhljóða atkvæðum. Þá verður greidd atkvæði frumvarpið í heild svo breytt og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni lokið. Frumvarpið í heild svo breytt samþykkt með 32 atkvæðum, 24 greiða ekki atkvæði og verður sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Þá tekið fyrir 6. dagskrármáli skilgreining auðlinda, þingsályktunartillaga, 55. mál á þingskjali 55, nefndarálit á þingskjali 1883. Framhald síðari umræða atkvæðagreiðsla. Greidd verður atkvæði tillöguna í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður Brynjar Níelsson gerir grein fyrir atkvæði sínu. Eru það fleiri? Svo er ekki. Hæstvirtur forseti. Ég sé að ég nokkuð einmanna þarna. Nei, það fjölgað. Þó að þessi þingsályktunartillaga hefur nú heldur skánað frá því hún kom fram fyrst, þá vil ég bara upplýsa þingheim það að það fer eiginlega fátt meiri í taugarnar á mér heldur en þingsályktunartillögur sem skylda ráðherra að leggja fram frumvarp á næsta þingi og tekið sérstaklega fram fyrir að semja það. Og meira að segja hverjar eru auðlindir Íslands? Verði þeim ráðherra á góðu? Ég segi nei. Forseti þá ekki með fleiri sem óska eftir að gera grein fyrir atkvæði sínu eða báðum það nægilega snemma, þannig að því lokið. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni lokið. Tillagan samþykkt með 42 atkvæðum gegn 4 og 11 greiða ekki atkvæði og verður sent hæstvirtri ríkisstjórn sem ályktun Alþingis. Þá tekið fyrir 7. dagskrármálið menntun, hæfni og ráðning kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla. Stjórnarfrumvarp 801. mál á þingskjali 1262, nefndarálit á þingskjali 1909 og breytingartillögur á þingskjölum 1910 og 1911. Framhald annarrar umræðu atkvæðagreiðsla. Fyrst til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. þingmaður Steinunn Þóra Árnadóttir, sem 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Herra forseti, þetta frumvarp einn liður af mörgum í aðgerðum sem meðal annars ætlað að gera kennarastarfið eftirsóknarverðara og ég styð málið. Ég vil þó taka það fram að ég tel að þær breytingartillögur sem bæði meirihluti
allsherjar- og menntamálanefndar leggur til eru mjög mikilvægar til að mynda það að háskólanum sé gefinn lengri tími til þess að vinna að endurskoðun og undirbúningi kennaranáms með hliðsjón af öðrum breytingum sem verið að gera við frumvarpið. Ég tel það mjög mikilvægt að sú breytingartillaga verði samþykkt sem og þær breytingartillaga sem hv. þingmaður Þórarinn Ingi Pétursson leggur til við málið, meðal annars frestun og gildistöku laganna og bráðabirgðaákvæði. Þannig ég vona að frumvarpið verði samþykkt með þessum breytingartillögum. Fyrst verða greidd atkvæði um 1. grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður Ólafur Þór Gunnarsson gerir grein fyrir atkvæði sínu. Eru það fleiri? Svo er ekki. Herra forseti, ég hef á fyrirstöðu málsins og við umræður lýst áhyggjum mínum af málinu, en þær breytingartillögur sem liggja fyrir, einkum og sér í lagi breytingartillaga hv. þingmanns Þórarins Inga Péturssonar og afdrif hennar fá mig til þess að greiða atkvæði með málinu í trausti þess að sú nefnd sem að skipuð verður, þessar starfshópur sem skipaður verður, muni freista þess að ná lendingu á meðal mismunandi skólastiga, þannig að málið megi verða til þess að bæta málið í heild og að lendingin verði menntun í landinu til frádráttar. Atkvæðagreiðsla stendur yfir 1. grein frumvarpsins. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 1. grein er samþykkt með 41 atkvæði, 15 greiða ekki atkvæði. Þá voru greidd atkvæði um 2. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 2. grein er samþykkt með 40 atkvæðum, 16 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 1910 töluliðir 1–7 eru breytingartillögur frá allsherjar- og menntamálanefnd við 3. til og með 17. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillögurnar eru samþykktar með 51 atkvæði, 5 greiða ekki atkvæði. Þá verða greidd atkvæði um 3. til og með 18. grein svo breyttar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 3. til og með 18. grein svo breyttar eru samþykktar með 42 atkvæðum, 14 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 1911 töluliður 1 er breytingartillaga frá Þórarni Inga Péturssyni við 19. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 46 atkvæðum, 10 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 1910 töluliður 8 er breytingartillaga frá allsherjar- og menntamálanefnd við 19. grein, það segja sömu grein, og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 52 atkvæðum, 4 greiða ekki atkvæði. Þá verða greidd atkvæði um 19. grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 19. grein svo breytt er samþykkt með 50 atkvæðum, 6 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 1911 töluliður 2 er breytingartillaga frá Þórarni Inga Péturssyni að við bætist ákvæði til bráðabirgða sem orðist eins og þar segir og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 44 atkvæðum, 12 greiða ekki atkvæði og er nýtt ákvæði til bráðabirgða þar með ákveðið. Fyrirsögn frumvarpsins skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu og er það samþykkt. Þá tekið fyrir 8. dagskrármálið, mat á umhverfisáhrifum, stjórnarfrumvarp 775. mál á þingskjali 1235, nefndarálit á þingskjali 1907, framhald 2. umræðu atkvæðagreiðsla. Á þingskjali 1907 töluliður 1 er breytingartillaga frá umhverfis- og samgöngunefnd við 1. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 57 samhljóða atkvæðum. Þá verða greidd atkvæði um 1. grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 1. grein svo breytt er samþykkt með 57 samhljóða atkvæðum. Þá verða greidd atkvæði um 2. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er lokið. 2. grein er samþykkt með 56 samhljóða atkvæðum.
Á þingskjali 1907 tölulið 2 til 15 eru breytingartillögur frá umhverfis- og samgöngunefnd við 3. til og með 25. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillögurnar eru samþykktar með 56 atkvæðum, 1 greiðir ekki atkvæði. Þá verða greidd atkvæði 3. til og með 25. grein svo breyttar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 3. til og með 25. grein svo breyttar eru samþykktar með 56 atkvæðum, 1 greiðir ekki atkvæði. Fyrirsögn frumvarpsins skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu, enginn hreyfir andmælum. Frumvarpið gengur nú til 3. umræðu og er það samþykkt. Þá tekið fyrir 9. dagskrármálið póstþjónusta stjórnarfrumvarp 270. mál á þingskjali 293, nefndarálit á þingskjali 1916 og 1927 og breytingartillögur á þingskjölum 1917 og 1927. Framhald annarrar umræðu atkvæðagreiðsla. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. þingmaður Hanna Katrín Friðriksson. Herra forseti, við greiðum hér atkvæði breytingar á pósttilskipun Evrópusambandsins frá þá 3. í röðinni eða svokallaðan 3. póstpakka. Meginefnið er afnám einkaréttar ríkis á póstmarkaði og opnun markaðar. Þetta er markmið sem ég og félagar mínir í Viðreisn styðjum, en það er tvennt sem ég vil segja málið. Það er verulega gagnrýnivert að ekki hafi verið litið til skýrslu Ríkisendurskoðunar rekstur Íslandspósts samhliða þessari vinnu, sem er algjörlega samofin þessu máli í ljósi áhrifa á samkeppnisstöðu á þessum markaði sem ætlunin er hér að opna og frelsa. Því til viðbótar er að mínu mati og okkar í Viðreisn og þess minnihluta sem stendur að breytingartillögum hér ekki gengið nægilega langt til að tryggja þetta frelsi og þessa opnun, en góðu fréttirnar eru að úr því er hægt að bæta með því að þingheimur samþykki þær breytingartillögur sem hér verða kynntar. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Virðulegur forseti, hér er að ræða heildarlög póstþjónustu sem að hluta til fjallar innleiðingu tilskipunar frá 2008. Lögunum er ætlað að taka gildi þann 1. janúar 2020 og því er engin sú staða uppi að það sé brýn þörf á að afgreiða þetta nú þegar. Þess vegna kom það okkur í minnihlutanum stórkostlega óvart að ekki vera hægt að bíða með afgreiðslu þessa máls svo háttvirt umhverfis- og samgöngunefnd gæti kynnt sér niðurstöðu nýframkominnar skýrslu Ríkisendurskoðunar stöðu Íslandspósts, alþjónustubyrði, afnám einkaréttar og hver eigi að sinna þessari þjónustu. Það er því miður ekki hægt að kvitta upp á þessi vinnubrögð ríkisstjórnarinnar, stjórnarþingmanna og hins nýja meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar og því mun Samfylkingin sitja hjá við afgreiðslu þessa máls. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé. Virðulegur forseti, skýrsla Ríkisendurskoðunar sem hér var minnst á er til umfjöllunar í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd. Er það gildir trúnaður sem hefur nú verið áréttaður við nefndarmenn innihald hennar, ríkir þagnarskylda. Hana fer eftir þeim lögum og reglum sem slíkt gildir skýrslur frá Ríkisendurskoðun. Ég verð því að segja að ég er pínulítið hissa ef að það hefur eitthvað átt að koma inn í afgreiðslu laga póstþjónustu sem er hvernig við viljum sjá lögin inn í framtíðina. Skýrsla Ríkisendurskoðunar fer að sjálfsögðu inn í eðlilegan farveg eins og aðrar skýrslur og ég veit ekki betur en að það sé búið að vísa henni til sameiginlegs fundar stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar og fjárlaganefndar. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna öðru sinni hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Virðulegur forseti, ég finn mig núna til að koma hérna upp vegna orða hv. þingmanns Kolbeins Óttarssonar Proppé sem ekki gat vegna væntanlega annarra þingstarfa setið fund stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar í morgun þar sem mikið var þetta rætt. Varðandi trúnaði sem á skýrslunni hvílir þá er trúnaðurinn vegna þess að Ríkisendurskoðun hefur ekki enn verið boðaður á fund fastanefndar Alþingis til þess að kynna skýrsluna. Hann óskar trúnaðar þar til skýrslan hefur verið kynnt nefnd vegna þess að hann vill ekki að hana sé fjallað fyrr en að hann hefur kynnt Alþingi skýrslu sem hann hefur gert.
og hana hefur verið fjallað og þess vegna sá trúnaður. Inni í skýrslunni hins vegar eru svo upplýsingar sem verða afmáðar eftir en þar að ræða einstaka tölulegar upplýsingar og það ekki sá trúnaður sem að ræða hér. Trúnaður fer á milli allra nefnda þannig að það ekki hægt að ræða hér innihald skýrslunnar en engu að síður var ekkert því til fyrirstöðu að bíða með þessa lagasetningu eins og kom fram á áður á meðan að Alþingi kynnir sér niðurstöðu eftirlitsstofnunar á vegum Alþingis sem Ríkisendurskoðun. Málstekur atkvæðagreiðsluna hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Gunnarsson. Virðulegur forseti. Þetta mál eins og önnur hér sem við erum að afgreiða hefur náð samkomulag varðandi þinglok. Það liggur auðvitað í augum uppi að ný lög póstþjónustu í landinu sem eiga að taka gildi 1. janúar þurfa að afgreiðast á þessu þingi. Framkvæmdarvaldið hlýtur að þurfa að hafa það svigrúm sem eftir lifir ársins til þess að koma í gagnið mjög veigamiklum og stórum breytingum á póstþjónustunni. Það grundvallaratriði. Sú skýrsla sem hér ræðir, hún fjallar fyrirtækið Íslandspóstur. Hún fjallar ekki þessa löggjöf. Og framkvæmdarvaldið mun alveg örugglega hafa hana til hliðsjónar ef það eitthvað sem hægt að nýta úr henni inn í framtíðarskipulagi, auk þess sem þingið getur brugðist við í haust ef svo ber undir. Og ég vil ítreka það sem ég sagði hér áðan. Mér þykir leitt að hv. þingmaður Helga Vala Helgadóttir skuli vera að dylgja hér það gagnvart meirihluta nefndarinnar og öðrum nefndarmönnum, samnefndarmönnum sínum í umhverfis- og samgöngunefnd, að við séum með óvöndu vinnubrögð í þessu máli. Það hefur verið vandað mjög vel alla vinnu málsins og ég vil þakka nefndarmönnum fyrir það góða samstarf sem við höfum átt þetta mál sem önnur á undanförnum vikum og mánuðum. Fyrst verður að greiða atkvæði 1. grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir, atkvæðagreiðslunni lokið. 1. grein samþykkt með 52 atkvæðum, 5 greiða ekki atkvæði. Það óskað eftir endurtekningu og verður orðið við því. Hefst á aftur atkvæðagreiðslan 1. grein frumvarpsins. Atkvæðagreiðsla stendur yfir, atkvæðagreiðslu lokið. 1. grein samþykkt með 49 atkvæðum, 8 greiða ekki atkvæði. Það voru greidd atkvæði aðra á 3. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni lokið. 2. og 3. grein eru samþykktar með 49 atkvæðum, 8 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 1917 töluliðir 1 og 2 eru breytingartillögur frá meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar við 4. og 10. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni lokið. Breytingartillögurnar eru samþykktar með 49 atkvæðum, 8 greiða ekki atkvæði. Þá verður greidd atkvæði 4. til og með 10. grein svo breyttar og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni lokið. 4. til og með 10. grein svo breyttar eru samþykktar með 48 atkvæðum, 8 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 1928 töluliður 1 breytingartillaga frá Hönnu Katrínu Friðriksson og fleirum við 11. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður Hanna Katrín Friðriksson, 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, gerir grein fyrir atkvæði sínu. Er það fleiri? Svo ekki. Herra forseti, í anda þeirra sýnar að markaðs- og samkeppnisleiðir séu alltaf reyndar til þrautar við að koma á alþjónustu á þessu markaði. Þá leggur minnihlutinn hér til breytingu, leggur til að heimildir til útnefningar verði felldar út úr frumvarpinu og í staðinn kveðið nánar á útboð sem kostum val á veitenda alþjónustu. Og slíkt útboð þyrfti ráðherra að setja reglugerð frekari fyrirmæli annan undirbúning og skilmála þess háttar sem kemur fram í annarri breytingartillögu. En þetta teljum við í minnihlutanum vera best til þess fallið að fylgja anda þessara laga, þessara opnunar markaðar. Það hægt að fara þá leið að gefa aðilum í útboði stig, ekki eingöngu taka til verðs, heldur til dæmis meta nýjungar á sviði póstdreifingar sem helst gagnaðist dreifðum og fámennari byggðum og síðan væri það gert á kostnað ríkisins ef að slíkt hagkvæmasta tilboð yrði tekið en ekki einfaldlega til lægsta samkvæmt verði. Þannig að þetta hin rétta leið ef menn virkilega ætla sér að fara þá leið að opna hér þennan markað sem lotið hefur ríkiseinokun svo allt of lengi og tryggja að hér ríki samkeppni öllum til hagsbóta.
Ég hvet þingheim til að samþykkja þessa tillögu. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni lokið. Breytingartillagan felld með 40 atkvæðum gegn 17. Á þingskjali 1917 töluður 3 breytingartillaga frá meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar við 11. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni lokið. Breytingartillagan samþykkt með 43 atkvæðum, 13 greiða ekki atkvæði. Þá var greidd atkvæði 11. grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni lokið. 11. grein svo breytt samþykkt með 42 atkvæðum, 15 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 1928 töluðu 2 breytingartillaga frá Hönnu Katrín Friðriksson og fleirum við 12. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni lokið. Breytingartillagan felld með 39 atkvæðum gegn 17, 1 greiðir ekki atkvæði. Á þingskjali 1917 töluður 4 breytingartillaga frá meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar við 12. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni lokið. Já, það var alveg. Það er óskað eftir endurtak atkvæðagreiðslunnar verður orðið við því og hefst hún nú að nýju. Alla í einu. Ít á alla í einu, já, og svo aftur. Sko. Máli leyst. Atkvæðagreiðslan stendur þá enn yfir og þetta var breytingartillagan í 12. Já. Og atkvæðagreiðslan stendur 4. tölulið breytingartillagna frá meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar við 12. grein og henni lýkur nú og breytingartillagan samþykkt með 41 atkvæði, 16 greiða ekki atkvæði. Þá var greidd atkvæði 12. grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni lokið. 12. grein svo breytt samþykkt með 41 atkvæði, 16 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 1917 töluðu 5-10 eru breytingartillögur frá meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar við 13. til og með 24. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni lokið. Breytingartillögurnar eru samþykktar með 48 atkvæðum, 8 greiða ekki atkvæði. Þá var greidd atkvæði 13. til og með 24. grein svo breyttar og 25. til og með 37. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni lokið. 13. til og með 24. grein svo breyttar og 25. til og með 37. grein óbreyttar eru samþykktar með 49 atkvæðum, 8 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 1928 töluðu 3 breytingartillaga frá Hönnu Katrín Friðriksson og fleiri við 38. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni lokið. Breytingartillagan felld með 38 atkvæðum gegn 18 og 1 greiðir ekki atkvæði. Á þingskjali 1917 töluður 11 breytingartillaga frá meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar við 38. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni lokið. Breytingartillagan samþykkt með 42 atkvæðum, 13 greiða ekki atkvæði. Óskað eftir endurtaka atkvæðagreiðslunnar verður orðið við því. Greiddur atkvæði töluð 11 í breytingartillögu skjali frá meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar við 38. grein. Atkvæðagreiðslunni lokið. Breytingartillagan samþykkt með 41 atkvæði, 16 greiða ekki atkvæði. Þá var greidd atkvæði 38. grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni lokið. 38. grein svo breytt samþykkt með 40 atkvæðum, 16 greiða ekki atkvæði. Þá var greidd atkvæði 39. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni lokið. 39. grein samþykkt með 49 atkvæðum, 8 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 1917 töluður 12 breytingartillaga frá meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar við 40. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni lokið. Breytingartillagan samþykkt með 49 atkvæðum, 8 greiða ekki atkvæði. Þá verður greidd atkvæði 40. grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni
lokið. 40. grein svo breytt samþykkt með 49 atkvæðum, 8 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 1828, töluliður 4, breytingartillaga frá Hönnu Katrínu Friðriksson og fleirum við 41. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er felld með 39 atkvæðum gegn 17 og 1 greiðir ekki atkvæði. Á þingskjali 1917, töluliður 13, er breytingartillaga frá meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar við 41. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 45 atkvæðum, 12 greiða ekki atkvæði. Þá er greitt atkvæði um 41. grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 41. grein svo breytt er samþykkt með 41 atkvæði, 16 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 1917, töluliður 14, er breytingartillaga frá meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar við 42. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 49 atkvæðum, 8 greiða ekki atkvæði. Þá verða greidd atkvæði um 42. grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 42. grein svo breytt er samþykkt með 49 atkvæðum, 8 greiða ekki atkvæði. Þá verða greidd atkvæði um 43. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. 43. grein er samþykkt með 49 atkvæðum, 8 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 1928, töluliður 5, er breytingartillaga frá Hönnu Katrínu Friðriksson og fleirum við ákvæði til bráðabirgða og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður Hanna Katrín Friðriksson gerir grein fyrir atkvæði sínu. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður. Herra forseti, kemur upp rétt í blá loking til að gera úrslitatilraun til þess að fá nú ágæta félaga minna hér í þingsal til þess að fagna frelsinu svolítið og opna markaðar. En gera það ekki bara á orði og eins lítið og hægt að komast af með. Þessi breytingartillaga lýtur að því að það er mikilvægt til þess að tryggja sem sterkasta samkeppni á jafnvægi á markaðnum að kostnaður Íslandspósts af rekstri alþjónustu annars vegar og samkeppnisrekstri hins vegar sé ljós, sé opinber, það sé gegnsæi í ríki. Og við leggjum því til að í þessu ákvæði til bráðabirgða verði bætt við frumvarpið og það kveða á að upplýsingar kostnað Íslandspósts við framkvæmd alþjónustu verði teknar saman og gerðar opinberar og aðgengilegar almenningi. Og þrátt fyrir ákvæði 42. greinar sem nú hefur verið samþykkt gildistöku laganna, þá skulu ráðherra þegar í stað hefja þá vinnu. Eru menn ekki sammála að þetta að minnsta kosti sé eftirsóknarvert? Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Hafa allir hv. þingmenn greitt atkvæði? Ekki búin eða? Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er felld með 39 atkvæðum gegn 18. Á þingskjali 1917, töluliðir 15 og 16, eru breytingartillögur frá meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar við ákvæði til bráðabirgða og viðauka 1 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillögurnar eru samþykktar með 49 atkvæðum, 8 greiða ekki atkvæði. Þá verða greidd atkvæði ákvæði til bráðabirgða og viðauka 1 svo breytta og viðauka 2 og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Ákvæði til bráðabirgða og viðauki 1 svo breytt og viðauki 2 eru samþykkt með 47 atkvæðum, 8 greiða ekki atkvæði. Fyrirsögn frumvarpsins skoðað samþykkt án atkvæðagreiðslu. Ef enginn hreyfir andmælum, frumvarpið gengur nú til 3. umræðu og er það samþykkt. Það er óskað eftir endurtaka að vísu alllöngu búið að lýsa umræðunni og búið að vísa málinu til 3. umræðu, þannig að það er eiginlega ekki hægt að bakka aftur í það. En hv. þingmaður getur komið leiðréttingu á framfæri við rita. Já.
Þá er tekið fyrir 10. dagskrármálið mannanöfn, frumvarp. 9. mál, þingskjal 9, nefndarálit á þingskjali 1895, framhald 2. umræðu atkvæðagreiðsla. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, mér finnst, ég verð að segja eins og ég óttast pínu lítið að breytingartillögur minnihlutans. Forseti biður þögn á fundinum og biður hv. þingmenn að halda sig í salnum. Það stendur yfir atkvæðagreiðsla. Virðulegi forseti, ég óttast svolítið að hv. þingmenn hafi misst af eða muni missa af breytingartillögum minnihlutans. Þar komið til móts við allt sem gagnrýnt við frumvarpið í nefndaráliti meirihlutans, til dæmis ráðgjöf nafngift, það fer til Árnastofnunar, rithátt og slíkt sett í reglugerð. Hvað varðar spurningar það hvort að fólk geti heitið stjörnumerki eða spurningamerki eitthvað slíkt, það komið til móts við það í breytingartillögum minnihlutans. Hvað varðar rauðnafna, millinöfn, mannanafnaskrá, ama-ákvæði fyrir börn, það komið til móts við þessi atriði. Mig langar til þess að nefna það sérstaklega vegna þess að mér finnst nefndarálit meirihlutans bera þess merki að það einhvern veginn hafi fallið milli skips og bryggju. Ég óttast svolítið að hv. þingmenn kynni sér ekki minnihlutaálitið nógu vel eða breytingartillögur þar, vegna þess að þær eru góðar og ég vona að hv. þingmenn greiði atkvæði með breytingartillögunum og allavega ekki gegn ákvæðum frumvarpsins vegna þess að mér mikið í mun það að breytingarnar fái að innleiðast inn í frumvarpið sjálft, þannig að þegar það komist til 3. umræðu og atkvæðagreiðslu þar þá geti þingmenn greitt atkvæði í samræmi við frumvarpið eins og þær hugsa frá flutningsmönnum sjálf. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Birgir Ármannsson, atkvæðagreiðsluna. Hæstv. forseti, ég vildi koma því á framfæri hér við upphaf atkvæðagreiðslu að meirihluti allsherjar- og menntamálanefndar leggst gegn því að þetta frumvarp verði í lög leitt. Í nefndaráliti meirihlutans kemur engu að síður fram að fulltrúar í meirihlutanum telja að það sé tilefni til endurskoðunar mannanafna löggjafarinnar og eru í nefndarálitinu nefnd nokkur dæmi það að þætti sem þyrfti að taka þar til skoðunar. Ég vil með engum hætti gera lítið úr því starfi sem unnið hefur verið á innan allsherjar- og menntamálanefndar þetta mál eða framlagi hv. þingmanns Jóns Steindórs Valdimarssonar sem leiddi þá vinnu, en það liggur hins vegar fyrir að meirihluti nefndarmanna var ekki þeirrar skoðunar að málið væri komið á það stig eða hefði þroskast með þeim hætti að meirihlutafulltrúarnir væru tilbúnir til þess að styðja það hér og gera það að lögum að svo stöddum. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Andri Thorsson. Herra forseti, hér að ræða ágætt mál. Mannanafnanefnd barn síns tíma, afurð haftaþjóðfélags og skömmtunarþjóðfélags og við í Samfylkingunni við styðjum þetta mál og ég ætla ekki að orðlengja það frekar. Við styðjum þetta mál vegna þess að við aðhyllumst nafnrænt sjálfræði. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Herra forseti, þetta mál var ekki fullbúið eða tilbúið þegar það kom inn í þingið. Og ég tek undir það sem kemur fram í nefndaráliti meirihlutans og þeirra umsagnaraðila sem voru þeirrar skoðunar. Ég get sömuleiðis tekið undir það að margar af þeim breytingartillögum sem hv. þingmaður Jón Steindór Valdimarsson leggur hér fram til að bæta málið sannarlega. En mér finnst það svo vera, og mér finnst það vera grundvallaratriði fyrir mér, að það sé ekki rétt að taka breytingar á mannanafnalögum úr samhengi við málstefnuna. Og þess vegna hefði ég talið að slíkt mál þyrfti miklu vandaðri undirbúning og miklu ítarlegra samráð. Ég sé að þessi málflutningur fyrir mjög fyrir brjóstið á hv. þingmönnum Viðreisnar að þeir geta bara ekki haldið í sér á meðan ég fæ að nýta mínar 2 mínútur hér. Sömuleiðis tel ég að þetta mál hefði þurft víðtækara samráð við almenning
í landinu því þetta einmitt mál sem varðar okkur öll. Og ég held að hv. þingmenn sem aðhyllast vönduð vinnubrögð og almennilegan undirbúning mála geti einfaldlega ekki greitt þessu frumvarpi atkvæði sitt og ég mun svo sannarlega leggjast gegn því. Og tel hins vegar að breytingar á mannanafnalögum þær eigi að vanda og þeim ég ekki ósammála að þær þurfum við hugsanlega að gera. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis Óli Björn Kárason. Herra forseti. Í landsfundarályktun Sjálfstæðisflokksins kemur skýrt fram að það eigi að leggja niður mannanafnanefnd í núverandi mynd og endurskoða lög mannanöfn til þess að gefa foreldrum meira frelsi til að gefa börnum sínum nafn en jafnframt standa vörð íslenska mannanafnahefð. Og ég vil líka, hv. forseti, vitna í umsögn Ármanns Jakobssonar prófessors í íslenskum bókmenntum sem segir að sá galli sé á þessu frumvarpi sem þó hefur tekið jákvæðum breytingum með breytingatillögum minnihlutans að gallinn sá að frumvarpið grundvallað á rangri forsendu þeirri að hinn frjálslyndi andi komi best fram í því að láta íslensku, þjóðtungu Íslendinga lönd og leið og minnast þannig hvergi á tungumálið í lögum sem þó snúast tungumálið. Herra forseti, við þurfum að gera breytingar á mannanafnalögum en við stöndum ekki með þeim hætti að verki eins og hér lagt til. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Steinunn Þóra Árnadóttir. Herra forseti, ég get ekki stutt þessa tillögu lög mannanöfn. Mér finnst mikilvægt að taka það fram að meirihluti allsherjar- og menntamálanefndar hefur svo sannarlega kynnt sér þær breytingartillögur sem að liggja fyrir málið og það er svo að margar þeirra eru til bóta miðað við hvernig málið var lagt fram í upphafi. Það breytir þó ekki því að ég tel að málið haldi engu að síður ekki þrátt fyrir þessar breytingartillögur. Ég er hins vegar sammála því að það þurfi að endurskoða lög mannanöfn en ég tel þetta ekki vera leiðina sem eigi að fara og mun því ekki greiða þessu atkvæði mitt heldur greiða á móti. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Steindór Valdimarsson. Herra forseti, þetta mál var eitt af fyrstu málunum sem hv. allsherjar- og menntamálanefnd tók til skoðunar á þessu þingi. Það er búið að halda 19 fundi í nefndinni málið. Það er búið að fá fjölmarga gesti, fjölmargar umsagnir og það er búið að vinna ákaflega vel í þessu máli. Ef að mælistikan sú að ekki megi bæta mál í meðferðum þingnefnda, Guð hjálpi ríkisstjórninni. Mál þetta snýst frelsi einstaklingsins til þess að ráða sínu nafni. Í gær samþykkti þessi frjálslyndi þingheimur það að fólk mætti ráða sínu kyni. Menn samþykktu þar að fella niður ákvæði mannanafnalaga það að skýra eða nefna drengi drengjanöfnum og stúlkur stúlkunöfnum. Það var ekki neitt vandamál fyrir íslenska málhefð. Nei, það var ekkert vandamál. En að fullorðið fólk geti ráðið nafni sínu, það er stórkostlegt vandamál. Hvar er frjálslyndið? Hvar er frelsi einstaklingsins? Hvar eru mannréttindin? Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Helgi Hrafn Gunnarsson atkvæðagreiðsluna öðru sinni. Virðulegi forseti, mig langar bara til þess að hafa ákveðna þingskapatækni hérna á hreinu fyrir hv. þingmenn. Göngum nú til atkvæðagreiðslu í annarri umræðu sem þýðir það að hér tökumst við á við breytingartillögur minnihlutans sem er viðurkennt að séu góðar, í það minnsta margar hverjar. Verði 1. grein frumvarpsins felld
þá verður það úrskurðað þannig að málið í heild sinni sé fellt án þess að við fáum tækifæri til að greiða atkvæði breytingartillögu minnihlutans. Það verður það frumvarp sem við höfum fellt í formi sem að enginn hefur hér lagt til að verði greitt atkvæði heldur vill minnihlutinn breyta því með þeim hætti sem kom fram í breytingartillögu minnihlutans. Þess vegna vil ég hvetja hv. þingmenn sem eru á móti málinu til þess að sitja hjá frekar en að greiða atkvæði gegn tilteknum greinum málsins í 2. umræðu. Viljið þeir fella málið, þá bið ég þá að gera það í 3. umræðu, þannig að við getum þá greitt atkvæði frumvarpi í þeirri mynd sem það er lagt fram með tilliti til breytingartillagna. Forseti vill taka fram að skilningur hv. þingmanns á eðli atkvæðagreiðslunnar er réttur að því leyti til að 1. grein frumvarpa að aflokinni 2. umræðu eru ætíð bornar upp fyrst og falli 1. grein er frumvarpið þar með fallið og brott af dagskrá þess þings sem þá starfar. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Virðulegur forseti, einstaklingi á að vera heimilt að gera allt sem hann vill svo fremi sem það skerðir ekki eða hefur ekki neikvæð áhrif á þriðja aðila. Og vegna orða hæstv. forsætisráðherra hér rétt áðan þá langar mig að tala beint til hennar og segja: þú þarft ekki að óttast. Hæstv. forsætisráðherra þarf ekki að óttast vegna þess að meira frelsi fyrir mig í þessu máli skerðir ekki frelsi þitt. Það þarf ekkert að óttast hér. Hér er ekki að ræða óafturkræf náttúruspjöll eða óafturkræft eignarhald eða neitt slíkt. Þetta snýst val einstaklingsins og eins og kom fram áðan þá vorum við í gær að greiða atkvæði kynrænt sjálfræði. Hvers vegna ekki þetta? Þá er gengið til atkvæða á þingskjali 1915 breytingartillaga frá Helga Hrafni Gunnarssyni og fleirum við 1. grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður Helgi Hrafn Gunnarsson gerir grein fyrir atkvæði sínu. Eru það fleiri, svo eru ekki. Virðulegur forseti, ég vek aftur athygli á því að hér er að ræða umbætur á málinu sem að mér vitandi enginn er á móti. Það er ekki ástæða til þess að greiða atkvæði gegn þessari breytingu. Og verði 1. grein felld, svo breyttið ei, þá fellur málið burt án þess að við greiðum atkvæði breytingartillöguna sjálfar. Ég ætla að nota orð sem að stundum nota hér á hinu háa Alþingi sem er bragur. Það er góður bragur á sumu, það er slæmur bragur á öðru. Og mér finnst mjög slæmur bragur á því að þingið felli frumvarp ásamt öllum breytingartillögum án þess að taka afstöðu til breytingartillagna í 2. umræðu. Það fer miklu betur á því að andstæðingar frumvarpsins sitji hjá í 2. umræðu þar sem þeir eru á móti, en auðvitað væri best að þeir myndu samþykkja í það minnsta breytingartillögurnar sem eru til bóta og koma til móts við þau sjónarmið sem eru áréttuð í nefndaráliti meirihlutans. Það þarf ekki að fara svona, það er hægt að fella þetta mál í 3. umræðu án þess að gera með þessum brag. Þetta er vondur bragur eða svo fer sem horfir. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er felld með 35 atkvæðum gegn 21. Einn greiðir ekki atkvæði. Þá verða greidd atkvæði 1. grein sem stendur óbreytt. Óskað er eftir nafnakalli og verður orðið við því. Upp kemur talan 53. Þannig að fyrstur til að greiða atkvæði er Smári McCarthy. Hvað segir þingmaðurinn? Þingmaðurinn segir já. Steinunn Þóra Árnadóttir. Þingmaðurinn segir nei. Svandís Svavarsdóttir segir nei. Vilhjálmur Árnason segir nei. Willum Þór Þórsson segir nei. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Þingmaðurinn gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Herra forseti, við vitum auðvitað að það eru mjög skiptar skoðanir innan stjórnarflokkanna kvenfrelsið sjálft og upplifum það mjög skýrt núna á dögunum. Fyrirsláttur vinstrimanna varðandi þessar breytingar hér er líka mjög fyrirsjáanlegur og kunnulegur, en núna reynir virkilega á einstaklingsfrelsið í sinni tæru mynd. Ekki að því sé eingöngu flaggað korteri fyrir kosningar, heldur að hvert tækifæri sé nýtt hér á þingi til einmitt að auka einstaklingsfrelsið í reynd og þess vegna segi ég já. Þingmaður segir já. Þorsteinn Sæmundsson segir nei. Jarþrúður Ásmundsdóttir. Þingmaður segir já. Þórdís Kolbrún Gylfadóttir segir já. Þórhildur Sunna Ævarsdóttir segir já. Þórarinn Ingi Pétursson þingmaður segir nei. Albertína Friðbjörg Elíasdóttir segir já. Andrés Ingi Jónsson segir nei. Anna Kolbrún Árnadóttir segir nei. Ari Trausti Guðmundsson segir nei. Ágúst Ólafur Ágústsson þingmaður segir já. Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir þingmaður fjarverandi. Ásmundur Einar Daðason segir nei. Ásmundur Friðriksson segir nei. Bergþór Ólason þingmaður segir nei. Birgir Ármannsson þingmaður gerir grein fyrir atkvæði sínu. Hæstv. Forseti, leið og ég vil ítreka það að það sé þörf á endurskoðun á þeirri löggjöf sem hér til umfjöllunar, þá tel ég að málin þurfi að þroskast betur, það þurfi að verða víðtækara samtal í samfélaginu þessi mál. Ég tel að það sé betra fyrir þingið að fara sér hægt í þessum efnum og segi þess vegna nei í þessari atkvæðagreiðslu. Þingmaðurinn segir nei. Birgir Þórarinsson. Þingmaðurinn Birgir Þórarinsson. Þingmaðurinn fjarstaddur. Óli Halldórsson. Segir nei. Bjarni Benediktsson. Segir nei. Björn Leví Gunnarsson. Þingmaðurinn segir já. Bryndís Haraldsdóttir. Segir já. Brynjar Níelsson. Segir nei. Guðjón Brjánsson. Segir já. Guðlaugur Þór Þórðarson. Greiðir ekki atkvæði. Guðmundur Ingi Kristinsson. Segir já. Guðmundur Andri Tórsson. Segir já. Nanna Margrét Gunnlaugsdóttir. Þingmaðurinn segir nei. Lilja Rannveig Sigurgeirsdóttir. Segir nei. Halldóra Mogensen. Þingmaðurinn fjarstaddur. Hanna Katrín Friðriksson. Segir já. Haraldur Benediktsson. Þingmaðurinn segir nei. Helga Vala Helgadóttir. Segir já. Helgi Hrafn Gunnarsson. Þingmaðurinn gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegi forseti, mér hefur aldrei fundist vera verri bragur á atkvæðagreiðslu á hinu háa Alþingi heldur núna. Í nefndaráliti meirihlutans eru reifuð atriði sem brugðist við í minnihlutaálitinu og meirihlutinn lætur eins og hann hafi ekki séð. Ef hann sá þau, þá lætur hann eins og hann hafi ekki séð þau. Það tala hér að þurfa að vinna málið svo vel. Það búið að vinna það heilmikið. Að tala það að frumvarpið hafi ekki verið nógu gott þegar kom hingað inn. Það liggur fyrir hérna tillaga að bæta það heilmikið eftir þessa miklu vinnu sem þingið mun núna ekki einu sinni taka afstöðu til. Vegna þess að þingið ætlar núna að greiða atkvæði gegn öllu frumvarpinu með eða án breytinga. Án þess að taka til, án þess einu sinni ákveða hvernig fara með breytingarnar. Og hvað með þá þingmenn sem myndu vilja styðja málið með breytingunum en ekki án þeirra? Það má ekki. Það má ekki vinna málið það vel. Svei, virðulegi forseti, þegar menn koma hingað og segja það að vinna þetta mál vel. Svei, virðulegi forseti. Forseti líkar ekki þetta orðbragð. Þingmenn ráða atkvæði sín og bera ábyrgð á því og það verður hv. þingmaður að sætta sig við. Þingmaður segir já. Inga Sæland segir já. Jón Gunnarsson segir nei. Jón Þór Ólafsson segir já. Jón Steindór Valdimarsson. Hv. þingmaður gerir grein fyrir atkvæði sínu. Herra forseti, ekki núna, ekki svona, ekki nógu vandað, fara sér hægt.
Þetta eru viðbrögð þeirra sem telja sig vera frjálslynda, telja sig vera að verja einstaklingsfrelsið, ekki bara núna, ekki bara svona, fara sér hægt. Þetta er dæmalaust og ég hlýt að taka undir það að vinnubrögð þingsins við þessa atkvæðagreiðslu eru mikil vonbrigði. Ég hefði nú haldið að þingið ætti nú að sýna þá rausn, að minnsta kosti að fjalla breytingartillögurnar og taka afstöðu til þeirra og frumvarpið svo breytt. Nei, ekki núna, ekki svona, fara sér hægt. Þingmaðurinn segir já. Þingmaðurinn segir já. Karl Gauti Hjaltason. Þingmaðurinn gerir grein fyrir atkvæði sínu. Við ræðum hérna frumvarp mannanöfn. Þetta er forgangsmál eins flokks hérna. Við greiðum okkar atkvæði og auðvitað eftir okkar sannfæringu og mér finnst það hart, herra forseti, að maður fá að heyra það hér úr pöntu Alþingis að vera sveigjað fyrir að greiða atkvæði. Ég segi nei. Þingmaður segir nei. Katrín Jakobsdóttir. Ég segi nei. Háttvirtur þingmaður segir nei. Kolbeinn Óttarsson Proppé. Þingmaður gerir grein fyrir atkvæði sínu. Forseti, það er komin einhver skrítin stemning í þennan sal og ekki efast að nú mun einhverjir þingmenn flissa og láta eins og orð mín séu til merkis hvað ég sé mikill farálingur. Hér erum við einhvern veginn farin að segja hvort öðru af hverju við greiðum atkvæði eins og við gerum. Krefjast þess að við gerum það öðruvísi af því að þóknast ekki einhverjum. Það er búið að segja mér að ég sé ekki frelsis og frjálslyndis og nútímans megin í lífinu, sem lítur þá því að ég sé íhaldsamur, forpokaður torfbæjarmaður. Fólk sem þarf svona merkimiða hefur ekki mikið fyrir sér annað en merkimiðan. Ég hef mínar skoðanir á þessu máli. Þakka þér fyrir, háttvirtur þingmaður Jón Steindór Valdimarsson, að sýna mér þá virðingu að fá að tala hér af einlægni, ekki í 1 mínútu, af því að það var ekki hægt að gera það, heldur bara í 51 sekúndu. Þetta er virðingin sem við sýnum hvort öðru, að með við segjum, þú ert að gera þetta því að þú ert svo forpokaður ástand. Ég segi nei. Þingmaður segir nei. Kristján Þór Júlíusson segir nei. Lilja Alfreðsdóttir segir nei. Lilja Rafney Magnúsdóttir segir nei. Líneik Anna Sævarsdóttir. Þingmaður segir nei. Logi Einarsson. Þingmaður segir já. Njáll Trausti Friðbertsson. Þingmaður segir nei. Oddný G. Harðardóttir segir já. Ólafur Þór Gunnarsson segir nei. Ólafur Ísleifsson. Þingmaðurinn fjarverandi. Óli Björn Kárason. Þingmaður segir nei. Páll Magnússon. Þingmaðurinn er fjarverandi. Rósa Björk Brynjólfsdóttir segir nei. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Þetta telst vera nei. Þetta telst vera nei hjá hv. þingmanni. Hildur Sverrisdóttir. Þingmaður segir já. Sigurður Ingi Jóhannsson. Þingmaðurinn er fjarverandi. Sigurður Páll Jónsson segir nei. Silja Dögg Gunnarsdóttir segir nei. Og Steingrímur J. Sigfússon segir nei. Fyrsta grein frumvarpsins er felld með 35 atkvæðum gegn 21, einn greiðir ekki atkvæði. Þar með telst málið fallið, fleiri greinar koma ekki til atkvæða og hverfur málið af dagskrá 149. löggjafarþings. Útbýtt er á fundinum þingskjali 1879, breyting á þingsályktun nr. 10/1948 fjármálastefnu 2018–2022, breytingartillaga 2. minnihluta fjárlaganefndar.
Þingskjali 1908 frestun á fundum Alþingis stjórnartillaga. Þingskjali 1929 fjármálaáætlun 2020–2024 nefndarálit meirihluta fjárlaganefndar og þingskjali 1930 fjármálaáætlun 2020–2024 breytingatillaga meirihluta fjárlaganefndar. Fleira liggur þá ekki fyrir á þessum fundi. Til næsta fundar verður boðað þegar að loknum þessum fundi. Fundi er slitið. Fundur er settur á Alþingi. Tekið er fyrir fyrsta dagskrármálið kosning 2 manna og jafnmargra varamanna í fjármálaráð til 3 ára. Að viðhafðri hlutfallskosningu samkvæmt 13. grein laga nr. 123/2015 opinber fjármál. Mér hefur borist einn listi sem á eru nöfnin: aðalmenn Þórhildur Hansdóttir Jacek og Ásgeir Brynjar Torfason. Varamenn Arna Varðardóttir og Hjördís Dröfn Vilhjálmsdóttir. Þar sem ekki eru fleiri tilnefndir en kjósa skal, lýsi ég áður talda einstaklinga rétt kjörna í fjármálaráð. Svo háttar til með öll dagskrármálin nema það fyrsta, að of skammt er liðið frá umræðum í þeim, þarf því að leita samþykkis fyrir því að taka megi málin á dagskrá. Og fer nú fram atkvæðagreiðsla afbrigði. Atkvæðagreiðslan er hafin. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Afbrigðin eru samþykkt með 57 samhljóða atkvæðum. Tekið er fyrir annað dagskrármálið menntun, hæfni og ráðning kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla. Stjórnarfrumvarp 801. mál á þingskjali 1262 með áorðnum breytingum á þingskjali 1910 og 1911. 3. umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og umræðu lokið og gengið til atkvæða. Greidd eru atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hæstvirtur mennta- og menningarmálaráðherra Lilja Alfreðsdóttir gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegi forseti, þetta frumvarp er til þess að bæta menntakerfið okkar og það mun leiða til þess að það verður aukinn sveigjanleiki, aukin starfsþróun, aukið starfsöryggi og við munum sjá fjölgun í kennarastéttinni. Ég fagna þeim breytingartillögum sem hafa verið lagðar fram. Ég held að séu til þess að bæta þetta mál og virðulegi forseti, ég vil einnig þakka hv. allsherjar- og menntamálanefnd fyrir alla þá vinnu sem hún hefur lagt á sig og þær breytingar sem hafa verið gerðar á málinu. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Nei, gerir grein fyrir atkvæði sínu. Herra forseti, það er margt mjög gott í þessu frumvarpi ráðherra og hefur batnað líka mikið í meðferðum nefndarinnar. Undirtónninn er gríðarlega mikilvægur. Það er verið að auka á starfsöryggi og efla starfsumhverfi og sveigjanleika í kennaraumhverfinu.
En eftir stendur að það þarf að vinna málið betur. Ég tel að það hafi komið ákveðnar vísbendingar um það að það sé hægt að ná aukinni samstöðu. Ég tel vont að fara með þetta mikilvæga mál í gegnum þingið í nokkuð miklum ágreiningi eins og sést í rauninni á töflunni. Ég tel að það hefði verið farsælla að fara með málið aftur inn í ráðuneytið, vinna það. Þetta mál verður alltaf afgreitt, en það er þess virði að reyna á samstöðu við kennarasamfélagið og alla þá aðila, hagaðila sem tengjast því að byggja upp okkar annars ágæta menntakerfi. Þess vegna sit ég hjá í þessu máli. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Andri Thorsson. Virðulegi forseti, hér er að ræða gott mál sem vonandi verður til þess að auka sveigjanleika og bæta starfsöryggi kennara. En það er, eins og fram hefur komið, umdeilt og það hefði verið til mikils vinnandi að ná meiri sátt það og við í Samfylkingunni teljum að það hafi ekki verið ennþá reynt til þrautar. Og spurningin er sú hvort að við setjum lög og leitum svo sátta eða hvort við leitum sátta og setjum svo lög. Við í Samfylkingunni teljum að við eigum að leita sátta og setja svo lög og þess vegna sitjum við hjá. Atkvæðagreiðsla stendur yfir frumvarpið í heild, en henni lýkur nú senn. Atkvæðagreiðslu lokið. Frumvarpið er samþykkt með 41 atkvæði, 16 greiða ekki atkvæði og verður sent hæstv. ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið er fyrir 3. dagskrármálið mat á umhverfisáhrifum, stjórnarfrumvarp 775. mál á þingskjali 1235 með áorðnum breytingum á þingskjali 1907, 3. umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Verður gengið til atkvæða, greidd er atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 56 samhljóða atkvæðum og verður sent hæstv. ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið er fyrir 4. dagskrármálið póstþjónusta, stjórnarfrumvarp 270. mál á þingskjali 293 með áorðnum breytingum á þingskjali 1917, 3. umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóðs. Já. Það er ótímabært. Fyrst vill forseti kanna hvort einhverjir ætli að taka til máls í 3. umræðu. En svo virðist ekki vera. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og er umræðu þá lokið og er gengið til atkvæða. Greidd verða atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður Hanna Katrín Friðriksson, 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, gerir grein fyrir atkvæði sínu. Eru það fleiri? Svo er ekki. Forseta afsökunar á bráðlæti mínu. Ég var tiltölulega bjartsýn þrátt fyrir allt þegar við hófum þessa umræðu hér í kvöld og trúði því að minnstakosti þær tillögur minnihlutar sem lutu að því að gera langþráð mál, ágætt mál, gott, sem lutu að því að auka líkurnar á að við næðum markmiðum okkar. En hvernig meðhöndlun meirihlutans var á þeim tillögum og endanleg niðurstaða umræður annar gera það einfaldlega verkum að ég get ekki því miður greitt þessu frumvarpi atkvæði mitt vegna þess að það hefði svo auðveldlega geta orðið svo mikið betra og hefði svo auðveldlega geta skipt verulegu sköpum. Þannig að ég verð því miður að sitja hjá í þessu máli. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Forseti hvetur alla hv. þingmenn til að greiða atkvæði. Þá er henni bara lokið og frumvarpið er samþykkt með 44 atkvæðum, 13 greiða ekki atkvæði og verður sent hæstv. ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Þá er tekið fyrir 5. dagskrármálið. Úttekt á fjárhagslegum áhrifum þess fyrir ríkissjóð að afnema skerðingar ellilífeyris almannatrygginga vegna tekna af atvinnu. Þingsályktunartillaga 993. mál á þingskjali 1882, síðari umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið og verður nú gengið til atkvæða. Greidd er atkvæði tillöguna í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Hv. þingmaður Inga Sæland
8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, gerir grein fyrir atkvæði sínu. Virðulegi forseti, hér hef ég komið tvívegis og mælt fyrir frumvarp til laga afnám á skerðingar vegna atvinnutekna aldraðra. Við höfum lagt fram gögn og talið að sé svona yfir vafa hafið að það muni hafa í för með sér aukinn kostnað. Nú höfum við stigið risastórt skref í jákvæða átt. Við erum að taka utan um þetta mál og höfum falið það félagsmálaráðherra. Það verður gerð úttekt á því í raun og veru hvort það er kostnaður, hvernig hann er gagnvart þessu máli. Nú ef hann er ekki og satt reynist, þá verður skrefið ennþá stærra og ég treysti því og trúi að við séum í rauninni, að uppskera eitthvað svipað fallegt og við gerðum á svipuðum tíma í fyrra þegar við náðum að afnema hér í sameiningu skerðingar á styrki til okkar minnstu bræðra og systra og ég held að þetta sé lítið réttlæti skref í þá átt. Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, hér er á ferðinni í sjálfu sér mikilvægt mál, þar að segja við höfum betri skilning og kannski betri yfirsýn yfir það með hvaða hætti skerðingar í bótakerfunum geta haft áhrif á framfærslu og útgreiðslur framfærslu einstaklinga og eftir atvikum útgreiðslu eða afkomu ríkissjóðs. En ég verð að segja að mér finnst bæði formið á þessu máli vera gallað. Í reynd hér verið að fara fram á einhvers konar skýrslu og þá finnst mér að menni bara leggja fram skýrslubeiðni. En í öðru lagi þá hér verið að velta upp þeirri spurningu hvort að það geti verið að það að hætta skerðingum í bótakerfunum mun ekki kosta neitt. Og svarið við þessu er bara svo augljóst í mínum huga að sjálfsögðu mun það kosta viðbótar útgreiðslur úr ríkissjóði að hætta öllum skerðingum. Jafnvel þótt ég taki eftir því að hér sé verið að leggja áherslu á að meta heildaráhrifin og aukin umsvif og svo framvegis. Þannig að ég treysti mér ekki til þess að styðja málið þó að ég telji flutningsmenn málsins með mikilvægt mál hér undir. Atkvæðagreiðsla stendur yfir og greidd er atkvæði um tillöguna í heild eins og áður sagði. Það hafa nú allir hv. þingmenn greitt atkvæði. Það virðist vera og er þá atkvæðagreiðslu lokið. Tillagan er samþykkt með 50 atkvæðum gegn 7 og verður send hæstv. Ríkisstjórn sem ályktun Alþingis. Þá liggur ekki fleira fyrir á þessum fundi. Til næsta fundar verður boðað með dagskrá en hann hefst klukkan 10 í fyrramálið. Forseti vill biðja þingflokksformenn að líta örstutt við á skrifstofu hjá sér núna strax að afloknum fundi. Forseti þakkar hv. þingmönnum fyrir langa og stranga lotu hér í dag og inn í nóttina og slítur fundi.